Já, hér skulum við líka aðeins, við fjölluðum nú fervigagreiningu síðast og við getum líka litið á fervigagreiningu sem sértilfelli af aðhversgreiningu þegar skýribreytan strjál. Við vorum að framkvæma núna aðhversgreiningu þar sem skýribreytan er samfelld, en við getum verið með strjála skýribreytur og verið með eina strjála skýribreytu að þá þetta í rauninni jafngilt því að framkvæma einhliða eða einþátta aðhversgreiningu. Og við sjáum hér að förum bara hérna í aðhversgreininguna, fervig líkams. Það bara kópera þetta til að sýna ykkur að þetta er nákvæmlega það sama. Fervigagreining með LM, það var að segja, kalla þetta bara sama, LM, þetta hefur nú verið með einhvers konar, LM púls, ætlum við að kalla þetta, og við erum með fyrri púls og líkansrætt flokkur, og í staðinn fyrir að nota A og VAF, eins og áðan, þá ætlum við að nota LM. Og við metum þetta líkan, og svo notum við ANOVA aðferðina, LM.puls, til þess að fá fervigagreiningatöfluna. Og hún að sjálfsögðu eins og hvað hét hluturinn okkar áðan? Hann hét fervig.líkams, höfum hann hérna fyrir neðan. Fervig.líkams, og þetta að sjálfsögðu sömu niðurstöður sem við fáum hérna út. En eitt sem ég vil benda ykkur á, við getum ekki framkvæmt eftir á prófanir úr LM hlutum, það verða að vera fervigagreininga hlutir. En það sem við getum gert að þegar við notum LM aðferðina er að við getum fengið möt á stikum, við getum stillt þessu upp sem líkani og skoðum aðeins hérna summary LM.puls, og þetta nú ætla ég bara svona aðeins að gefa ykkur smá svona segja ykkur rétt frá svona þessu einfaldasta, en þetta getur orðið stundum svolítið flókið að lesa út úr svona úttaki og maður þarf svona að passa sig hvernig settur upp svokallaðir kontrastar, og ég ætla ekki að fara í það hér en bara svo að vita af því. Það hægt að stilla það hvernig sem sagt við stikum líkanið okkar. Sjálfgefið þegar ég með svona einþátta, bara með einn þátt hér, að flokkurinn sem fyrstur í stafrófinu, og það sem sagt flokkur lítil líkansrækt, verður svo kallaður svona viðmiðunarflokkur, og hann fer þá inn í sem sagt skurðpunktinn hérna, interceptið. Svo hér ég með mat á meðal fyrri púls fyrir þann flokk, sem sagt lítil líkansrækt flokkin, 76,48. Ef ég svo hins vegar með í meðal líkansrættaflokknum, þá þyrfti ég að draga frá 0,6652 frá 76 til þess að fá matið fyrir meðalflokkin. Þannig að þessi hérna tala mismunurinn á lítil líkansrættflokknum og meðal líkansrættflokknum. Þessi hérna tala svo þá munurinn á lítil og mikil, mínus 8,57. En aftur það má stika svona líkun og mismunandi vegu, og þetta var bara rétt þess að sýna ykkur hvað hægt að gera. En ef þið ætlið að fara að smíða svona líkun, þá legg ég nú til að þið lesið ykkur ágætlega til það. Nú að lokum vil ég bara nefna það bara mjög stuttlega, sem kannski gangur skuggum að ég sé búið með glærurnar fyrst, að hér hefur bara verið með eina breytu hérna, eina skýribreytu. En það ekki flókið að sem sagt að bæta við breytum hérna, hvort sem það séu talnabreytur eða flokkabreytur. Við getum þá verið komin út í einhvers konar ankófa líkun eða fjölþátta aðhversgreiningu eða aðhversgreiningu bara með fleiri en einni samfelldri skýribreytu, hvernig sem það nú en við gætum til dæmis bættin breytunni þyngd hérna og bara með að setja plús hérna á milli, að þá ég með eina gerða líkani
Hérna væri ég þá með líkan þar sem við værum með hugsum að vera með svona línulegt samband á milli þyngd og fyrri púls, en skurðpunkturinn á línunum væri mismunandi eftir hversu mikla líkansrækt fólk stundar. Ég geti metið það svona og ég fengi út, gætum skoðað ANOVA fyrir þetta líkan hér, og þá bætast bara við sem sagt línur hérna. Það er svo margt sem maður þarf að huga að hérna, að ég ætla ekki að fara út í þetta nánar, heldur bara segja frá því að það er auðvelt að svona útvíkka þetta. Hérna einhverjum enn flóknar líkana sem með margföldun hérna á milli, og þá eru með mismunandi hallatölur og mismunandi skurðpunta fyrir hópana, en það er eins og ég segi, það er mjög margt sem maður þarf að huga að þarna, svo að ef þið eru að fara út í svona flókari líkanagerð sem er bara fyrir utan þetta námskeið, þá þurfum við að lesa ykkur vel til, skoða hluti eins og type 1 og type 2 og type 3 sums of squares, mun á ANOVA, drop 1 og einhverjum svona fleiri hérna skipunum sem ég ætla svo sem ekki að fara í hér. En þannig ég ætla að hætta núna og ég þakka fyrir áheyrnina. Takk og bless.